Komið sæl og velkomin í þennan jólaþátt. Ég komin austur á land á Refstað í Vopnafirði og tek hérna hús á Ágústu Þorkelsdóttur, bónda, sem ætlar að rifja upp með mig góðar sögur af aðvent og jólum. Takk fyrir að taka á móti mér. Já, það var bara mín ánægjan. Byrjum aðeins á Refstað. Hvað ertu búin að vera hér lengi? Ég búin að vera hér síðan haustið 1970. Og hvers vegna kom stelpan úr Vesturbænum hingað? Já, ég var á Egilsstöðum. Ég var búin að vera nokkur ára á Egilsstöðum og svo kynntist ég þarna, sko ég er þá 26 ára þegar þetta gerist, kynnist ég fast ansi myndarlegum manni á héraðsmóti Framsóknarmanna. Ríó tríóðið söng og þessi ungi framsóknarmaður, hann hélt einhverja ræðu fyrir unga framsóknarmenn. Mér leist nú bara ansi vel á hann, en ég hélt að hann hlyti að vera giftur. Svo gerast einhverjir þeirra atburðir þarna í danssalnum að ég þarf að flýja og náðir, það er einhver maður að elta mig sem ég kærði mig ekki og ég fer til Óla á Seyðisfirði, sem var vinur minn, beð hann að bjarga mér og hann segir, já, sestu bara í fangið á honum Þórði og bendir á þennan mann og ég sest í fangið á manninu, þessum myndarlega manni og að mér fannst og ég segi svo við hann, við fyrir að spjalla saman og svo segi ég við hann, já, konaðin er náttúrulega ekki ánægð með að ég siti hérna svona bara, já, ég bara á einhver konu, já, þá ætla ég bara að sitja áfram og það má í raun og veru segja að ég hafi bara sest að, því að 2 vikum eða svo seinna, þetta haust, þetta var í ágúst, þessi héraðsmót, en í september, þá er ákveðið að ég fari og kenni hérna í skólanum í sveitinni, að því að vinur Þórðar og makkar í Brits, hann var svo hræddur að Þórður myndi fara austur til að elta mig. Já. Og þá var ekki hægt að spila bridge ef hann var alltaf í einhverju ófærð hérna á milli. Þannig að hann bauð mér bara starf sem, já, þetta er leiðbeinandi í dag, sem kennari þarna. Og ég þáði það, af því ég hafði líka áhyggjur af þessu með ófærðina á milli okkar. En það hefur ekki verið neinn ófærð síðan, þannig séð. Þannig að ég bara flutti á Vopnafjörð þetta haust 1970, Já. Og ég hef bara verið hér síðan. Það er búin að vera hér síðan. Já. Segðu mér aðeins að því við ætlum að tala jólin. Hvernig voru fyrstu jólin hérna á Refstað? Ég var ekki hérna fyrstu jólin. Ég fór til systur minnar þar sem ég hafði búið austur á Héraði. Já. Og af því ég átti son sem var orðinn 7 ára gamall, þetta var, eða 6 ára. Og hann fór ekki með mér þegar ég var í þessu skólavesinni. Hann kom seinna, vorið eftir. Og ég fór sem sagt heim í Sauð, það eins og ég kallaði, og þar héldið jólin. Já. Og þar var svona, systir mín var einstök matmóðir og þar var svona 15 til 20 sortir. Í kökum? Í kökum og alltaf aldrei minna en 10, bara hverstar. Og ég hafði verið hjá henni og ég hafði lært svona dálítið að vera sveitakona hjá henni. Já. Utan það að hún kenndi mér ekki að steikja kleinur og hún kenndi mér ekki að mjólka kýr. Nei. Og ég veit af hverju hún kenndi mér ekki að mjólka kýr, af því að hún kunni ekki að mjólka þegar hún fór í sveitina. Já. 1949. Já, hún fór svona miklu fyrir. Já, hún var á Hallormsstaðaskóla og giftist þaðan. Já. Og þannig að hún var bara hefna sín á mér. Já. Þannig að ég fór bara hérna í Refstað og það var kýr á Refstað, 16 kýr og ég gat ekki þátt í því, ég kunni ekkert að mjólka. En ég kunni nú flest annað til að vera þokkalega myndarleg húsmóðir í sveit. En ég hafði svo sem ekki, ég hafði aldrei stundað mikið að elda mat og þess vegna finnst mér svolítið skrítið í hugsunum núna að ég er búin að vera, eins og Guðni nokkur sagði, ég er búin að vera bak við eldavélinna í 50 ár, Tjóður við bak við eldavélinna. En manstu þá eftir, hvernig voru fyrstu jólin? En fyrstu jólin sem ég hér, þá er ég náttúrulega með, þá er ég með
hálfsásgamalt barn og þá bý ég sem sagt með tengdaforeldrum mínum og föðurbróðir mannsins mín sem var gamall maður þarna sem var hjá okkur líka og svo mági mínu, við byggum félagsbúi með mági mínum, hann var ógiftur á þessum tíma og þannig að þetta var svona dálítið mannmargt pluss það að bróðir eiginmaður minn, hann átti sko 6 önnur systkini, heldur en þennan bróðir, þau voru 8 systkini 4 hálfsystkini hans. Tengdapabbi missti konuna sína, hún var aðeins 28 ára gömul, var þá búin að eignast 4 börn. Og svo giftist hann seinna tengdamóður minni og átti með henni líka 4 börn. Já. Þannig að þetta var svona dálítið stór ættkvísl og hér það var svona bara sko venjulegt svona jólahald fannst mér. Svona í rólegu nótunum, það var ekki neitt svona aðventurstell, en svo var jóladagurinn. Þá komu systkini Þórðar með sínar fjölskyldur í hangikjötið í hádeginu. Og þá var húsið bara fullt af skvaldrandi liði og það var ansi mikið fjör, sérstaklega á jóladaginn. Síðan tók ég við þessari venju sko af tengdamömmu. Þannig að árum, ef ekki áratugum saman, þá var ég með svona stór fjölskyldu jólahangikjöt. Og þá, svo endaði þetta náttúrulega með því að ég varð að gefast upp því að sko, systkini Þórðar eða systir Þórðar sem kom alltaf sko, dætur hennar voru konar með fjölskyldur. Já. Þannig að þetta var komið yfir 30 sem var og þá var þetta orðið á mikið og þegar ég var orðin svo þreytt að ég þurfti 2 daga til að hvíla mig eftir að þá sagði ég bara við fólki að ég væri hætt sko. Já, það var allir að skilninga því. Já, þetta gengi ekki lengur En hvernig til dæmis nú hefur desember eða aðdragandi jólana verið yfirleitt mjög mikið álag á konur. Já. Og ekki síst konur í sveitum. Nei, sko það þurfti að þvo allt. Já. Og það þurfti að gera hreint alveg inn í efstu skápum bakvið sko. Þetta var alveg ótrúlega vitleysa svona eftir á ekki. Hvaða vesen þetta var allt saman. Bakvið bækurnar, bakvið þetta, bakvið hitt. Já, húsin voru tekin. Og hver vissi ríkið á bakvið, enginn nema húsmóðurinn. Nei. Sem var að sligast af álagi. Já. Það þurfti náttúrulega að sjá að eiga allan þennan mat sem að þurfti að vera í tilefni jólanna sko. Já. Og hann væri nú tilbúinn á réttum tíma og þetta og síðan að baka öll þessi ósköp. Já, það fór stólu í 18 sortir. Og ég gekkst undir þetta utan að ég var svo heppin sko af því ég var að eiga börn þarna 2 ár í röð að systir mín, hún sendi mér alltaf stóran kassa, svona 25 kílóa smjörlíkiskassa fullan af smákökum. Já. Og hnoðuðum tertum. Já. Og svo alltaf sokkum með líka, prjónuðum. Af því hún vissi ég hafði svo mikið að gera. En hún gaf mér ekki neitt sko, ekki einhvern blóma var að segja neitt svoleiðis. En þetta var jólagjöfin. Já. Og þvílík jólagjöf. Já. Og það er svona eitthvað við jólin eins og þetta sko, hún bakaði sömu sortir og mamma. Já. Tengdamamma bakaði einhverja aðra sortir. Já. Förum aðeins í það, var mikill munur, varu allt öðruvísur kökur bakaðar hér? Já, nei, þetta var voðalega mikið upp úr Jónínu bókinni sem var í öllum eldhúsum og hún var sko ekki á tengdamammu minni, það var svo mikið að hveiti og smjörlíki í henni sko, og hún eiginlega, það var alltaf þetta flettinni sko. Og næstu þetta baka hana bara? Já, það mátti baka hana. Sko þessar, en sem sagt, sko mamma til dæmis bakaði þetta sem kallað var loftbrauð í Reykjavík en kallaði þingeyingar hér fyrir norðan sko sem var svona ekkert með sykur og loft sko. Já, ég þekki það. Og hún bakaði öðruvísi í gyðinga, heldur en tengdamamma. Það var hægt að gera einhvern veginn öðruvísi ofan á þetta. Já. Þetta var í raun og veri, í heildina var þetta sama degi sko. Já, bara aðeins önnur útfærsla. Og svo var náttúrulega mamma, hún bakaði alltaf það sem að
hún kallaði spesíur, Já, já. en það voru, sko, hún bakaði þær þannig að þær voru sko til skiptis hvítar og brúnar, röndótturna, og þetta fannst öllum alveg bara nauðsynlegt. Og svo þegar vinkona mín, bensku vinkona mín, ætlaði að fara að baka fyrir jólin á sínu heimili, 1970 eða eitthvað svoleiðis, þá fer hún til mömmu til þess að fá uppskriftina og mamma segir, getur ekki gefið mér uppskriftina, Freyja? Jú, elska mig, það er bara jafnt að hvorum, af hverju. Sko, það er hugsuð alltaf svona, ég meina, það var eitthvað 200 grömm af þessu og 200 grömm af hinn og svona. Sko, mamma fletti þessu ekki upp, það var bara jafnt að hvorum í þessar sort. Já, hugsa sér. Og þess vegna fannst mér eitthvað gott við að fá svona sama bragðið og var heima. Já, sent frá systur. Sent frá systur minni, sko, því hún gerði eins. En hvernig til dæmis varstu í að sauma föt á strákana? Sko, ég var ekki voðalega góð í því, sko. Ég var ekki rosalega góð saumakona, en ég reyndi náttúrulega, ég saumaði svolítið fyrir systur mína og hennar stelpur. En ég var ekkert rosalega flink, en ég var svo heppin að ég átti hérna svilkonu hérna í næsta húsi á Refstað, sem að var sko, sem að gat nú bara trillað upp sko 14 stykkjum af buxum á dæturnar þegar fóru á skóla og svona sko. Já. Og hún var svo mikil vinkona mín og strákana minna að hún saumaði á það jólafötin og Já, þannig að það var samvinna. Það var sauma sko, já, og það var samvinna hérna á milli sko, og ég var ekkert rosalega góð í þessum saumaskap, ég viðurkenni það, en hérna... Ég hugsa að það hefði lesið dálítið og sagt börnunum þínu sögur. Já, ég las og sko tengdamamma las líka voða mikið og veist að ég ekki með sko, ég hefði átt að halda bókina hennar. Hún átti sko ljóðabók sem hún hafði við hliðina á pottinum og svo hrærði hún í og svo skvettist yfir. Mér minni hún hafi þetta svangvít þessi ljóðabók. Já. Og svo las hún ljóðin á meðan hún hrærði í pottunum. Já. Og það fór svona sósa og ýmislega sama við og... Þetta myndi maður kalla vondri íslenskur svona multitaskari. Já, hún var það náttúrulega, hún var algjör multitaskari sko. Já. Því að hún giftist náttúrulega manni með 4 börn sem tekur við 4 stjúpbörnum sem voru ákaflega erfið. Já. Og henni erfið. Já. En þetta var líka allt saman sko... Fólk sem býr hér, og þessi ættflokkur hér, hann kallaði Rebbarnir eftir bænum. Já. Og það talað að sko, það fer svolítið mikið fyrir þeim. Já. Rebbunum. Já. Og þess vegna þótti mér svolítið vænt það þegar mágur eiginmanns míns flutti mér ræðu þegar ég var 50 og sagði frá því hvernig ég hefði tekið völdin við eldhúsborðið. Heyrðu, ég spennt, segðu mér. Og hann sagði bara að ég hefði bara komið þarna, sest við borðið og svo hefði ég bara gefið þeim nánast orðið sko. Því það töluðu alltaf allir í einu, ekki viðlít að heyra hvað þau voru að segja og töluðu alltaf hátt svona. Og ég hefði, hann sagði það Ágúst og Geturskarð að ég hefði bara tekið völdið þannig eftir stuttan tíma sko. Já. Kannastu við þá sögu? Já, ég kannast svo sem við það að sko, en ég náttúrulega kannski út af fyrir sig sko, fékk áhuga fyrir Þórði af því að ég var nokkuð neginn viss þegar ég var búin að tala við hann þessa kvöldstund á ballinu að þessi væri náttúrulega dálítið góður sko því að við myndum aldrei vera sammála. En við gætum sko náð lendingu sko. Já. Það er mikil kostur. Ég myndi ekki geta kúa hann. Nei. Sumir halda hann búi við kvenríki. Aðrir segja að hann hafi kúað mig, sko. Já. En þetta er algjör misskilningur, vegna þess að við höfum bara farið okkar eigin brautir. Alveg eins og þegar ég á sín tíma barðist fyrir að konur kemist í búnaðarfélög til þess að vera í stéttafélagi. Þá sögðu bændur landið svona sem ég þekkti, já, þá getur bara Þórður verið með 2 atkvæði. Og búnaðarfélagsfundi. Og þetta var sagt við fleiri kallmenn sem áttu konur sem gengur búnaðarfélög. Og við þurftum að benda þeim á að við værum með sér heilabú.
Já. konurnar. Já. Og þar alveg væri ekki að ræða einhverja tvöföldun og atkvæðisvægi eiginmannsins. Nei, en það var það sem að óttast. Já, menn óttust það á þessum tíma. En maður búinn að lifa ansi margt skemmtilegt og líka eins og ég samdi við jólin sko. Að þau hafa náttúrulega þessi jól sem í dag. Þau eru sko, hvað ég segja, þau eru allavega allt öðruvísi heldur voru fyrir 50 árum. Já. Og sérstaklega það sko að þau byrja alltaf fyrr og fyrr, sem ég skil nú ekki sko. Að því það ekkert af því að þau þurfa að baka 15 sortir því að fólk kaupir bara degið í búðinni. Það engast fyrir að skera það niður og eða bara í dalli frá bakaranum. En sko það byrja alltaf sífellt fyrr og vinkona mín sem svona þetta sem kallað jólabarn, hún orðar það þannig að hún sé alltaf í keppni við IKEA. Að byrja á undan með jólin. Já, hún fer á undan geitinni þá. Já, hún fer á undan geitinni sko. Og ef að þetta eru fleiri manneskjur sem þurfa að skreita hjá sér svo að vera undan IKEA, þá þetta nú komið út í eitthvað. Já, það það ekki. Eigum að fara þessi að þú kemur úr Vesturbænum í Reykjavík. Segðu mér aðeins bara frá þínum bernskujólum. Hvernig var það? Já, sko, ég átti heima í verkefnabústöðunum sem núna eru kallaði verkefnabústöðun hans Héðins Valdimarssonar, vestur við Hósellgötu. Fæddist þar og bjó þar þangað til flutti á Austurland sko. Og 21 ár. Og þetta var svona eins og lítið þorp inn í Reykjavík. Við þekktumstum við þekktum alla í hverfinu þannig séð. Og fólk hérna hafði ekki þetta var svona meðallauna fólk hefði verið sagt í dag, sko. Flestir voru með svona meðallaun sem voru nú frekar lág. En þannig að þetta var að við byggum ekki, eða ég bjó ekki við neina fátækt, ég fædd 44 og það var engin fátækt á mínu heimili eftir það, sko. En fermetrarnir voru ekki eins og ég bý við í dag. Sko, íbúðin var 2 herbergi og eldhús og baðnáttúrulega og það voru 47 fermetrar. Svo var geymsla í kjallaranum sem var svolítið stór og þar var búið til herbergi fyrir bræður mína. Niðri í geymslunni. Og þeir þurftu að fara upp til þess að komast á klósetti og svona. Þetta þótti mjög fínt að vera í þessu herbergi í kjallaranum. En ég svaf alltaf í stofunni sem að fyrst var náttúrulega svona, var kallað baðstofan. Svona gárungunum í fjölskyldinni, af því þar var allt, þar var mannlífið, en svo var einhver sparistofa, hugsaður, í 47 fermetrum. Og þegar ég að setja út á fólk sem allan undirbúning, þá verði ég náttúrulega að viðurkenna það að undirbúningurinn heima, hann byrjaði mánaðamótin, nóvember, desember. Og það var þegar að húsbændurnir, 2, sem hefðu verið benskuvinir, það að segja pabbi minn og Lalli upp á lofti. Hann var alltaf kallað það, Lalli upp á lofti. Hann Lalli upp á lofti þegar þeir fóru fram og þvoðu stigann upp úr vætsspritti til þess að leysa upp ársbyrðir af bóni sem voru í stigannu. Þetta var línulegum dúkur með kopar framan á. Og þeir leystu þetta upp og það, sko, þeir hafa orðið hálfruglaðir, en það konurnar vildu hafa fallegan stigann og það skyldi verða gert. Svo fóru konurnar fram, bokk upp á lofti og mamma og báru, sko, bón á stigann, báðar hæðirnar upp og niður og það var sko ekkert eitthvað svona hraðbón og eitthvað vesinn, heldur var þetta bara þrælabón eins og ég kallaði það. Og svo var pussað þangað til og svo komið það með brasso og settu á hérna framan á. Og það bara angaði náttúrulega húsið að hreinlæti og bóni, sko. En það var svolítið mælikvarði, alveg eins og þú varst að rifja upp líka. Hver hrein voru húsin? Það var mælikvarðin og svo smáköku sortirnar. Og að það væri allt hrein. Og það var ekkert, sko, og það var ekkert fyrir að gefa eftir í því, sko. Eða þurfti að skrúpa, það var bara að skrúpa. Svo fórum við í bæinn á Þorláksmessu eftir kvöldmat
og þá var alltaf farið til þess að skoða í búðirnar og það var alltaf keyptur eitthvað eitt á jólatrið. Já. Eitthvað eitt nýtt. Já. Það var einhver hefð. Já, eitt nýtt á jólatrið. Svo var skreytti pabbi jólatrið þegar við vorum sofnuð Já. á Þorláksmessu, systkinin og þá var þetta svona orðið svona mestu leyti eins fínt eins og átt að vera, nema það var alltaf náttúrulega eftir að steikja og svona og svo fór rafmagnið og allt þetta því allir ofnar í Reykjavík og við kveikt á öllum ofnum þarna á aðfangadag. Þá fór rafmagnið og þetta skipta, farið í hverfi svona kom inn rafmagnið. En við tókum alltaf upp jólagjafirnar svona það leyti sem að var heima hjá mér, það leyti sem var heilagt eins og kallað var. Og það var vegna þess að það kom alltaf eitthvað fólk í mat. Já. Hvenær borðuðu þið klukkan hvað? Við höfum svona borðað, ég hugsa að fólk hafi komið svona 7 því það tók þá upp jólagjafirnar heima hjá sér. Og þetta var eitthvað sem mamma vildi að við værum ekkert að gorta með að við værum með fínni jólagjafir heldur en þau Nei, akkurat. Og það var bróðir hennar og kona hans og sonur þeirra sem var jafngamall mér, þau bjuggu mjög þröngt lengi og þau kom alltaf í jólamat eða aðfangadagskvöld og amma og frænka mín og svona eitthvað lið sem að kom í kvöldmat hjá mömmu. Og hún var kannski með svona upp undir 10 manns í kvöldmat. Hvað var í matinn? Við vorum ekki með rjúpur, en ég held að hafa nú bara verið fyrst fyrir 1950 eða svo þá hafði það verið lambakjöt steikt, því það var alltaf hangikjöt á jóladag En svo byrja mamma að stellast í þessu að panta reykt svínakjöt, kjötbúð Péturs upp á Laugavegi. Það var skinka eða eitthvað svoleiðis og hamborgarhryggur eða svínanakki, það var oft svínanakki reyktur og þetta var eitthvað voðalega mikið atriði hjá henni hún hafði lært það var nú sagt þegar það var svo fínt að hafa svona franskt eldhús, mamma var með svona danskt eldhús Það var sannlega víða verið í hún var banipíu og stúipíu hjá bankastjóra niður í Tjarnargötu þegar hún var unglingur og hún lærði hjá frú Georgs, frú Ólafsson, ýmislegt, sérkennilegt, sem að fólk þekkti ekki, menna svona einhverja bollur og frikadellur og eitthvað svona sem hún lærði þarna hjá henni. Já, þið erum þá til góðs að því. Já. En segðu mér, nú tíminn að styttast hjá okkur, hvernig eru jólin ykkar, Þórðar? Ég bara eins og núna. Já, þetta var náttúrulega svolítið skrítið, þegar við erum orðin 2-1. Við vorum alltaf með alveg hrúuna og við ákváðum það þegar að Skúli flytur í sitt hús. Já, sonur ykkar. Já, sem er bóndi hér og flytur með sína fjölskyldu úr húsinu og yfir í sitt nýja hús. Að þá bara fannst okkur bara allt í lagi að við værum bara ein aðfangadagskvöld. Og færum svo bara yfir í hús til þess að sjá jólagjafirnar og kannski að borða desert eða eitthvað. Já. En værum ekkert að tróðast innan börnin og gleðskapinn þarna. Jólapappirinn allan og allt það. Og mér fannst þetta svolítið skrítin hugsun til að byrja með, en mér finnst þetta bara ljómandi gott. Við höfum bara fallegt borð og Hvað borðuð þið? Við borðum svínakjöt, alltaf hamborgarhrygg núna. Og svo er náttúrulega hangikjötið á jóladag. Steikirðu laufabrauð? Ég gerði það í eiginlega hálfgerðu framleiðslu af einhver bakaríi. Það var þannig að frá 75 að þá voru við í 25 árið eitthvað svoleiðis að þá steiktum við saman hluti af refstaðafjölskyldunni sem er úti í þorpi, komið hér upp eftir og þá steiktum við saman einhvers stað milli 300 og 400 kökur. Já, takk fyrir. Eftir mig dag. Og börnin fengu að skera út og svona. Þetta var
þetta var mjög skemmtilegt. Já. En svo var þetta eins og með hinna veisluna, svo var ég bara búin á þetta, sko, þannig að... En er eitthvað alveg sérstakt austfyrst eða vopnfyrst sem að þið gerir? Ég veit ekki hvað segja skal, því að til dæmis, sko, laufabrauði kynntist ég bara hjá hérna fólki úr Svarfaðardal í Reykjavík, sem að skar út svona saman. Já. Átti heima þarna í nágrenni við mig, en laufabrauð var ekki til í Reykjavík. Nei. Nema hjá einhverjum skrýtnum að norðan, sko. Maður þekkti þá náttúrulega bara á framburðinu, sko, á þeim tíma. Já. En þegar ég kem austur, sko, til systur minnar, 1965, sko, það var ekkert laufabrauð á öllum bæjum. Nei. Það var sumstaðar. En eitthvað annað, einhver önnur hefð sem að þú hefur tekið upp eftir og komst? Nei, ekki mann ég nú eftir því. Sko, eini matur sem ég hef tekið upp sem austfirskamat, hann er ekkert jólamatur og það eru sölt svið, sko. Svört svið? Söltuð svið. Söltuð svið. Hvað segir þú? Pækil söltuð svið. Finnst þú ægilega góð? En þú borðar það ekkert á jólum? Samt? Nei, það er ekkert jólamatur. En sko, jólamatur, mér fannst hann nú ekki, er ekkert svona sem ég man eftir, það eru sömu grænubönirnar og allt þetta, og kökurnar og mikið lesið og mikið af bókum og ég er að drukkna í bókum. Þannig að þú hlakkar bara til að til jólana. Jólin, sko, en svo er það þannig núna að sko við hérna erum svona mestuleiti einn bara og fólki náttúrulega kemur hérna yfir og skoðar allt og svona, en svo er sko hátíðahöld hér. Þorsteinn sonur minn kemur með sína fjölskyldu á hérna Gamlástað og Skúli borðaði með sinni fjölskyldu hér og þau koma hér og við erum hér saman og við horfum saman á hérna, hvað heitir það, áramótaskaupið og svo skjótum við upp einhverjum flugeldum hérna og jafnvel kveikjum svolítið bál og svona og ég hélt sko að tímabila þetta myndi hætta þegar að barnabörnin mín komist á unglingsaldur, það myndi ekki nenni að koma í sveitina hjá ömmu. En þau bíða bara eftir því, sko, þau eru náttúrulega komin á 30-aldur núna og eru í Reykjavík, Þorsteinsbörn, og þau bara bíða eftir því að það verði veisla hjá ömmu, sko. Og það er óskaplega skemmtilegt og við vorum til dæmis sonur minn og hans fjölskylda sem búa í Ástralíu. Þau voru hérna ein jól. Það var dásamleg jól. Ég heyri bara á þér að þetta eru þetta eins og hjá vonandi flestum fjölskyldu jól. Þetta eru tími. Já, þetta eru fjölskyldu jól. Já. Og það er kannski það fallegasta í þessu. Það finnst mér. Já. Að fjölskyldan sameinist og sem sagt njóti þess að vera til. Eigum við ekki að hafa þetta lokaorðin fyrir þessi jól? Bara takk fyrir að leyfa okkur að koma, okkur Hjalta. Og við óskum þér gleðilega jóla og ykkur alla. Sömuleiðis.